Já, góðan daginn. Þetta er Frelsi TV. Ég er að pröfa hérna eina útgáfuna að því að stríma live. Sé ekkert einu sinni hvort þetta virkar hjá mér eða hvað. Mér sýnist nú að þetta virki. Unlisted Live stendur hérna. Þetta er nýtt tól sem heitir Streamlab. Og hérna mjög gott svona þegar ég er í vinnu útilegum, þá get ég talað við ykkur á þessu. Guðjón notar mikið og hún kvartar hérna mikið dropout og það virki ekki vel, en við sjáum hvað við komumst langt á þessu. En mér langaði svolítið að tala hérna nokkur svona heit mál í dag. Það er á meðal þessar verkfallsboðanir og verkalýðshreyfinguna og allt það endemis kjaftaði. Sko, verkalýðsfélögin, þau innheimta 15% skatt af öllu sínu félagsmönnum, ganga mjög hart í þeim innheimtum. Eins og allar aðra mafjur þá innheimta þetta mikilli hörku og ef að fyrirtæki klikkar eitthvað á að borga lífeyrissjóðsgjöldin, þá eru lífeyrissjóðunir á undan í að rústa fyrirtækjum og fara með gjaldþrotaskipti á undan ríkisskattstjóra meira að segja. Þannig að þetta er alveg svakalegar stofnanir og fólki tali trú að þetta sé allt saman rekið í þágu þrælalýðsins. Það er engin verkalýður, það er bara þrælalýður. Það er komið fram við fólk eins og þræla. Og nú er búið að proppa upp svona einhverja verkalýðsstjörnur sem að eiga að leiða svona forystusauði einhverja. Og eitt sem að Ragnar gerði var að hann hótaði því að hætta að leggja eða taka einhverja 4,2 milljarða úr eignastýringu ef að einhver banki myndi hjálpa leigufélagi að kaupa meira drasl, sko. Og já, þið vita að það er eitthvað kvarta hérna get ég lækkað bandvítuna kannski. 720, já, ég fer bara niður í 240. Ég reikna með því að þið vilji frekar heyri mér heldur en að sjá mig. Já, þess að þarna er eitt dæmi skrýpaleikinn að þeir eru hérna með 4,2 milljarða í þessum einstaka banka og þeir eru að lána banka sem að tekur álæningu. Þeir sjálfur eru með stjórnendur á skriljónum á mánuði til þess að stýra þessum peningum og síðan alltaf er að lána leigufélagi sömu peningana sem að almenningurinn á, þrælarnir eiga. Það er innheimt með gríðarlegri hörku í lífeyrissjóði. Síðan eru sjóðsstjórnendur á risalaunum. Síðan lána þeir þetta í banka þar sem að allir er á himnalaunum. Síðan lána þeir til leigufélagi sem er að stunda skipulagða okurstarfsemi. Og svo eru fórnarlömbin sem að í raun eiga þessa peninga sem að kunna ekkert annað en að fara á Austurvöll og væla. Og þetta er náttúrulega svo mikil heimska að það var alltaf hægt að tala um það ógrátandi. Og það er alltaf ástæða fyrir því að köllum eins og mér er ekkert boðið í vinnuskúrinn hjá
Smára og Kó og verkalýðsleiðtogar hlaupa grátandi út af fundum af því að þeir eru svo miklir naumingjar og virðast einhvern veginn ekki átt að sjá því að þeir eru með alla peningana, þeir eru með alla vinnukraftinn og þeir eru blekktustu heimskingar landsins. Þannig að þið sjáu það að þetta er náttúrulega bara hrein heimska og alla hægt að tala þetta ógrátandi sko. Nú síðan er annað að þeir eru alltaf að tala við ríkisstjórnina. Þeir eru alltaf að fara og væla í og væla bara, já, við fáum ekki, lofum ekki kaup sko. Og fyrir mér er þetta óbúslega einfalt sko. Það er bara eins og þeir sem eru hinum með samningaborðið eru þá þeir sem eru að reka fyrirtæki og yfirleitt er mjög einfalt í rekstri fyrirtæki. Þú tekur kostnaðinn, breytilegan kostnað og fastan kostnað og svo bara reiknar það út og og sem þú er búin að finna það og þá leggur á einhverja svona hagnaðarprósentu sem þú vilt fá út úr þessu og svo leggur þú á náttúrulega alla þessa skatta sem er alveg gríðaleg summa peningum. Dýrasti kostnaðarliðurinn við að reka fyrirtæki eru skattar og lífeyrisgjöld og svoleiðis drasl. Hið einfalda í rekstri að þú tekur kostnaðinn, leggur hagnaðinn sem þú ætlar að fá og það er verðið sem þú selur. Og þú sem fyrirtæki þarft ekki að fara til neins ríkissáttasemjara og semja það neitt. Þú bara gerir þetta. Og nú ef að kúnninn vill ekki borga þá bara kaupir hann ekkert að þér. Og í raun það ætti að vera jafn einfalt fyrir verkalýðsfólk eða þrælana eða gólemin eða alifuglana eða hvað vill kalla þetta pakk. Og það þarf bara einfallega að reikna kostnaðinn við að lifa. Veist? Það er húsaleiga og skattar og hvað þetta er allt saman og síðan leggja þau bara við ákveðna hagnaða prósentu sem að svona er þá notað í að leggja til hliðar til eldri áranna eða varasjóð eða eitthvað slíkt og það er náttúrulega bara matsatriði og það eru það bara launin. Það er bara, þetta kostar að hafa mig hangandi hér í þessari vinnu allan daginn. Og nú ef þið líkar ekki við verðið þá bara bless. þá er bara farin. Og það er hin mikla heimska að það er alltaf einhver svona samningar og einhver samtök og talað við ríkissáttasemjara, kröfur á ríkið, engar kröfur á lífeyrissjóðana, sjáðu þið. Þau eru bara eitthvað himnaríki sem á ekki gagnrýna. Og svo er farið að einhverja fjölmiðla stríð og árásir, eða svona áróðursstríð og fullt að gera hjá öllum almannatengsla áróðurstofunum og allt bara í einhverju vitleysu. Þetta er ekkert svona flókið. Og þetta er bara, þetta kostar mig að lifa. Og þetta er arðurinn sem ég vil hafa að minni dagvinni, þannig ég hafa nú eitthvað umfram bara það að lifa. Og þetta er verðið sem að ég kosta per tíman eða per mánuð eða hvernig það er. Og ef þið líka það ekki, þá bara bless. Þá er ég bara farin. Og svo er ekki nóg með það, heldur eiga þessir lífeyrissjóðir bara öll fyrirtæki í landsins, sko. Þannig að þeir hafa í raun hagsmuni á baku sig sem er að halda launum niðri. Af því að því meira sem þeir ná að halda launum niðri, því meira eru verkalýðsmafían fyrir sig. Þá græða þeir meira, geta komið svona börnunum sínum og vinum og vandamönnum og ættingjum í betur launuð störf, sko. Til dæmis stöðugt verða kvartað hátt mataverð.
verkalýðsfélögin gætu á einni nóttu skipulagt bara gámaferðir, bara finna ódýrustu heildsölu í svona í Evrópu einhvers staðar, bara fylla það allt allir bara þurrmatnum og öllu þessu sem dýrast í búðunum sko. Og og svo bara koma gámar einu sinni í viku bara og allir mæta og sækja matið sinn á slikk verði. En þeir hafa engan áhuga að gera það, þegar þeir vilja vera í elitinni sko og græða peninga. Allt þetta fólk, þessi snulla hann í Eflingu og ASI fólkið, og ég var að hlusta á Vinnuskúruna og Gunnar Smári, þetta allt saman elitu plebbar. Og enginn af þeim að vinna fyrir verkafólki, nei, eða þennan almenna launamann. Gleymdu því, það ekkert svoleiðis. Þannig að ég held að þessi komið tími að fara að skoða bannaðan stjórnmálaflokk á Íslandi sem heitir vikingaflokkurinn.is, að skoraðu að ganga í hann. Farðu á vikingaflokkurinn.is og þar sérðu svona málefni og eitthvað meira fínir í, og það er þetta gangi í flokkinn. Það er mjög gaman að hafa einhverja félagsmenn þar, og þá er ég nú með einhverja svona senda tölvupóst þegar við förum í gang með það meira. Það er einhverju tugir búin að skrá sig, þar á meðal Adolf Hitler, hann skráði sig, dolly@gmail.de eða eitthvað slúið. Það er svona skrítin kennatala hjá honum, held ég. Og hann er ekki búinn að borga félagsgjöldin sko, sem er náttúrulega erfitt að rukka þegar þú ert ekki með félaginu sinni. Og talandi vikingaflokkin, það er náttúrulega surrealist. Það er surrealist að flokkur sem að hefur það fremst á stefnuskrá að leggja niður, að innheimta skatta með valdi sé glæpur. Að sá flokkur fær ekki skráningu hjá ríkisskattstjóra á Íslandi. Það er gaman að vera Axel Pétur. Það er bara partí sko. Og það er náttúrulega, það getið, það er enginn sem að tekur mig í viðtöl á svona stjórnmála spjalli, Silfur Egils eða Sprengisandur, svona þessar pólitísku gatekeepers. Engan á, eða einhverju, Silfur Egils, það er á Ríkisútvarpinu, það ekki, lýðræðisútvarpinu. Það er engin áhuga á því að tala við mig eða kynna sér aðra fleti á lífinu eða þessu fyrirbæri. Og það er alltaf einhverja afsakanir sko. Veist, já, þetta er nú ekki skráður flokkur. Nei, það er stóra fréttin. Ríkisskattstjóri vill ekki skrá stjórnmálaflokk sem vill ekki innheimta skatta með valdi. Það er stóra fréttin í raun, en háðfuglarnir náttúrulega og mockingbirdarnir vilja náttúrulega ekkert tala um það eitt eða neitt. Ég er að fá með þrífót, þetta hald á símanum, Guðjón, er ekki að ganga upp sko. Og þú veist, þetta þjóðfélag er bara ein stór sturlun sko. Og nú er að koma inn mjög sterkt þessi sértrúarsöfnuður, CO2 sértrúarsöfnuðurinn, og það er í raun mjög hættulegt fólk sko. Þetta okkur er ennþá að senda út á 720. Hvað, ég var að breyta þig. Nei, ég ætla ekki að hafa þetta mjög langt, ég er að pröfa þetta bara svona. Ég verð semst næst verið með þetta bara 240 og verðist bara rétt hafa undan að stríma þetta blessunin. En
ég gera nú kannski bara vídeo fljótlega aftur sko, þetta var nú svona fyrst skipt sem ég pröfa að nota þetta forrit. Ég sé nú að það enginn að hlusta. Það einhver bjalla, veitu hvað gerist. Já, það gerist ekkert hér. Bara svona fikta í þessu sko. En hérna, já, það svolítið athyglivert að þeir vilja ekki, sko, miðað við þá fullyrðingu að Ísland sé lýðræðisþjóðfélag og hérna þá verið eitthvað svona markaðstorg hugmyndana, pólitískra hugmynda og Ríkisútvarpið er rekið sérstaklega til þess að allir hafi plattform til að boða skoðanir sínar og ég hef áður verið í framboði til Alþingis, þannig að það er ekki eins og ég uppfyll ekki skilyrði til þess að vera í framboði, búin með þann feril einu sinni og hérna þannig að í raun er það stór fréttir að á Íslandi séu stjórnmálaflokkar bannaðir. Það er sama að banna stjórnmálaflokku og að neita skráan. Það er ekki munur á því. Og flokkurinn hefur þar með engan aðgang að bankareikningum til þess að taka á móti greiðslum eða neitt slíkt. Sem að reyndar opnar aðra umræðu sem að er hérna. Það opnar aðra umræðu sem er, sko, í staðinn fyrir að vera alltaf vælandi á kerfinu, vælandi á þessum sértrúa söfnuði humanista sem stýrir öllu, getur bara gott að skipta út, sko, eins og kaþólska kirkjan stjórnaði öllu, sko, og væri bara ráðnir menn í stjórnarnarstöður sem væri kaþólikar og það væri bara þeir hefðu undirtök í öllu þjóðfélaginu. Þá er svo sem allt í lagi bara virða þeirra trúfrelsi. Þetta er þeirra musteris peningar sem verið að nota og í sjálfum sér það rétt, sko. Seðlabankinn er sá sem stýrir öllum peningum á Íslandi og sem er annað náttúrulega mjög athyglisvert að það er engin verkalýðsforingi að tala um Seðlabankann sem að er stjórnar öllum peningum landsins. Þeir alltaf að væla í ríkisstjórninni sem ræður ekkert um peninga. Það er Seðlabanki sem gerir það. Og munið það sem Thomas Jefferson sagði að ef við leifum inn í Ameríku Seðlabanka að gefa út peningana þá munið þeir með því að hækka peningamagn í umferð og lækka peningamagn í umferð þá munið þeir draga til sín allar eignir landsmanna til sín og fyrirtækja í kringum sig eins og Gamma þar til að erfingjar landnemanna muni sita eignalaus á landinu sem að feður þeirra numu. Og það er svolítið skrítið að menn sjá ekki bara nákvæmlega sem Thomas Jefferson var að segja er að gerast á Íslandi. Og það er mjög athyglivert að fólki sem er í þessum verkalýðsfélögum talar aldrei um Seðlabankann eða verðmæti peninga eða neitt slíkt. Og það er það sem hefur miklu meiri áhrif á kjör fólks og ef að það eru veittar einhverjar hækkanir á launum þá þynnir Seðlabankinn samstundis verðmæti peningana svolítið mikið vitleysa, sko. Nú erum við að vera komin í 20 mínútur, akkurat 20 núna. Ég held ég láti þetta duga þá í bili. Sjáum hvernig þetta hefnaðist. Og ef þetta virkar vel þá tylli ég mig nú niður og tala við ykkur. Takk, bless.